Já, í kerrunni. Já. Það þarf að fara yfir öll dekk og Hún var með skoðun. Já, það þarf, hún fekk endur sko. Nú, hvað var það? Þrjú ljós, númersljósi. Frammi. Og breytarljósi. Slökk með meðan fór í skoðun. Svo þegar ég kom út úr skoðuninni, þá fór að kveikna á hana. Nei, sýndur hann það ekki? Nei, ég bara með það. Það var komið miðum hann. Svo vantaði þessa rauð, þessa snúru hérna. Svo vantaði þessa snúru hérna. Ég verður að brúnni, það flegur vangur og brottur á stöðutekking og svo er hún Sigurlín Erna Magnúsdóttir 12 ára komskegg. Já, það fyrsta sko sem að ég man eftir það er líklega félagsmót léttvita 2003 eða 2004 þar sem ég bara, já 3 eða 4 ára, ætli ég hafi ekki verið 4 ára. Að keppa í fyrsta skipti. Þá var ég að keppa á Kötlu frá Íbisóli. Þannig að ég byrjaði mjög snemma. Já, mjög. Og hvað varstu að keppa í? Bara tölt og stökk. Já, já. Bara barnaflokk eins og ég er í ennþá núna. Já, já. Það eina sem ég man bara að ég var að byrjaði að ríða út hérna á Kötlu. Já. Og svo fór ég líka snemma að ríða á Fjölni. Já. Sem ég var seinna, núna 2010 var ég Íslandsmeistari á 100 metra skeiði. Já, einmitt. Já. Já, já. Einmitt, ef þú segir mér frá því þegar þú varst Íslandsmeistari 2010, hvernig var það? Var það ekki bara í barnaflokki heitur eitthvað stærri? Það var í ungmennaflokki sem er fyrir 21 árs. Já, já. Og hvernig gengur það? Má maður taka þátt svona... Svona hátt upp fyrir sig. Já. Það var nú eitthvað svona í umræðinu að sko taka þetta af mér sko. En það fór ekkert svoleiðis. En þarna var bara ekkert annað í boði í yngri aldursflokkur. Já, já. Þannig að ég bara fekk titilinn og Já, já. já, já. Já, já, þannig að enginn sem var yngri tók þátt í þessum flokkum, það var enginn... Það var enginn yngri en ég var yngri. Já, það er bara hrifandi. Já, já. Já, já, og þessi Fjölnir sem þú varst að tala já, hvenær fórst þú hann fyrst, kannski? Það var bara eitthvað í kringum, bara pabbi var með hann, sko, keppa. Ég hafi ekki bara verið svona 4-5 ára, sko. Já, já. Eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, já. Og þú sátt þér í viðtalinu hérna á blaðinu að hesturinn sér eiginlega það, hvernig það gengur í keppni. Já, sko. Þessi hestur er náttúrulega alveg algjör snillingur. Já. Hann er algjör snillingur. Ég myndi treysta honum, sko, ég vildi bara óska þess að ég geti tekið með hann með mér í, sko, mína framtíð, sko. Já, já. Undir mín börn, sko. Já. Og eins með hann á Kötlu, sko, þetta eru bara algjörir ljúlingar. Já. Bara alveg fyrir alla, sko. Nú, já, já. Já. Og hérna, já, veitu, hver er spurningin aftur í? Það er allt í lagi, bara getur þú sýnt hann þegar þú tekur blaðið og sýnt hann á þig, þannig að maður getur ímynda sér, já, hérna er hann. Hérna er ég, Já. bara 10 ára að vinna Íslandsmeistaramót á móti 21 árs. Já. Og ég fór á tímanum 7 sekundur, 83 sekundur brot. Já. Ég er að taka þetta upp nánar, þannig að maður sé það við. Getur þú kannski opnað blaðið, það sýnt þér bara sýnt okkur myndina sem er inni. Já, mjög gott. Það er frábært. Það er svona flott mynd, svona á fulli ferð eða svoleiðis. Já.
Já, þú segir að hann sé bara svona mjög traustur og góður og hvað sem er. Já, þetta bara algjör snillingur þessi hestur. Já, það fínt. Já. Já. Já, þegar þú talaði hestana, núna rossin eiginlega, Köllu og Fjölni, það ljóma bara eins og þau eru svona sannir vinir, en ekki svona bara dyr. Þetta bara eins og, ég vil eiginlega líta á mín uppáhaldsross eins og fjölskyldumeðlim. Já. Þetta bara fjölskyldumeðlimur. Já. Og já, ég bara vil helst bara, mér finnst það þegar hestur sem ég búin að starfa mikið með og þykir vænt þegar verið að selja eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst bara eins og þessi verið að selja bara sko barnið mitt eða bara bróðir eða systur. Já. Þetta bara eins og að selja eins og eins og Fjölnir myndi fara ef hann myndi seljast sem náttúrulega ekki að vera að gera samt en Nei. Sko, ég myndi bara, ég óbúslega sár. Já, ég skil. Já. Ég vil bara líta á þessi hross sem bara systkini eða fjölskyldumeðlim. Þetta bara eins og kveðið fjölskyldumeðlim en að kveða hrossin. Já. Og hvernig það? Talar þú oft við rossin þín svona eins og svona ekki bara hó og svo framvegis, heldur talar þú svona í alvöru við þau? Sko, þótt að sé nú kannski ekki að tala það neitt svona en ég fyrir hverju einustu keppni hvísla ég eyra af Fjölni. Já, það. Og ég gerði það í fyrsta skipti þegar ég var Íslandsmeistari. Já. Svona, það fínt. Já. Sko, ég man ekki hvað hann er. Þetta hann Draumur. Já. Hann eitthvað út af kjarnoltahesti. Já. Þetta var svona fyrsti alvöru hesturinn sem ég var á. Já. Eins og sést hérna þetta óbúslega góður hestur, eða var. Já. Og hann orðinn gamall hérna bara. Já. Og hérna sjáu þið, ég næ lappirnar, ég næ ekki við niður fyrir löfin á hnappnum. Já. Hérna ég bara lítill. Já. Og náttúrulega ekkert alveg komið með að vera með hestinn undir pressu og að hafa hann flottan. Þessi hestur hann bara sá það sjálfur að vera eins og maður vildi hafa hann. Já. Það fínt. Já. Bara systir mín keypti á honum. Já. Þó nokkuð. Já. Og naut góðs af. Gekk vel og hesturinn alveg óbúslega góður. Já. Og ég hef tvisvar komið fram á honum held ég. Og það var í reiðhöllinni á Laufskála rétt. Þá reið ég honum og söng. Já, það? Já. Síðan í annað skipti þá tók ég þátt á Fákaflugi 2007. Já. Og þar var ég efstur inn í úrslit. En svo lenti ég svolítið klíp í úrslitunum og endaði annar. Já. En já. Það er samt gott. Já, það var mjög gott. Ég er bara ungur og Já. góður efstur og ánægður með það Já. Þannig að myndir þú segja að þessi þrír hestar eru mikilvægast? Og svo það Frami. Já, hann, já. Ég er búin að gera óbúslega mikið á honum. Ég er búin að vera í öðru sæti á landsmóti á honum. Já.
Og síðan er þetta opposlega vakur hestur. Með rosalega gott skeið. Já. Undan galsa frá Sauðárkróki. Já. Sem er bara einn af mínum svona uppáhalds svona hestum, ræktunarhestum eða svona til haldundir. Já. Og já, ég er búin að núna í sumar, þá fór ég og keypti í A-flokk við fullorðna á Melgerðismelum og endaði þar í 4. sæti. Það er ekki mjög algengt, en samt er þið náttúrulega haldið uppi með Íslandsmóti barna, unglinga og ungmenna. Já. Þar sem það er skeið, bæði 5 gangur, gæðingaskeið og 100 metra skeið. Já, og það er náttúrulega, þar er alltaf einhver þátttaka en sko skeiðið það er bara mín uppáhaldsgrundtegund. Já. Mér finnst opbóðslega gaman að leggja hestaskeið. Já. Og mér finnst í rauninni allt of fáir krakkar sem að hreinlega fá tækifærið. Já. Fyrir hann bara seint, sko. Já. Og þetta er rosa gaman að vera að ríða út líka bara að leika sér, sko. Já. Og svo er nú bara, held ég, það allra skemmtilegast, sko, að fara í hestaferðir. Já. Upp á fjöllum með stóð. Já. Og það er náttúrulega rosa gaman, sko. Já. Stærsti bikarinn minn hérna, sem að mér finnst svona merkilegastur, held ég. Þótt að það sé nú skrítið að segja frá því þá eru þessir hérna 3 mér stæðstir. Já. Svona, þetta er náttúrulega stæðsti titillinn þessi hér. Já. Þetta er Íslandsmeistaratitillinn 2010. Já, ekki bara næri. Þar sem að, já, ég fór á 783 á Fjölni frá Sjáborg. Já. Og endaði á í 1. sæti. Síðan er þessi hérna, Fákaflug 2012, sem er bara svona opið mót hérna, sem er haldið af vindhöfumjölum á hverju ári. Já. Þetta vann ég á Vafa frá Ístamói. Já. Mjög góðum hesti sem hefur hlotið 868 fyrir hæfileika í tóm. Já. Það er 818 fyrir byggingu og 95 fyrir brokk. 10 fyrir prúðleika. Og endaði eitthvað staðar í kringum 874. Þið megið hægja niður og nú þurfum við aðeins að vanda okkur. Þið eru allt og þétt hérna á suðurkantinum. Stormur kemur aðeins áfram. Gott, Viktoría. Ásdís aðeins lengra, Stormur aðeins lengra. Við nýta völlinn. Og við ætlum að koma upp á hægri, allir koma upp á hægri hönd. Það koma allir upp á hægri hönd og það er tölt eða brokk. Gjörðu svo vel. Hægri hönd skal það vera. Það er nú ekki, þetta er orðið eitthvað. Júlía mín, snúðu við. Snúðu við, já, svona. Þetta er að koma hægri hönd, tölt eða brokk.
Takk fyrir, Guðmar. Já, Prímus frá Brekkukoti, 8,4, 8,3 og 8,3. Og fyrir Ingunni Ingóls á 8. sæti, þar í 8. sæti Stormur Kormákur Baltasarsson á Glotta frá Glæsibæ með einkunnina 8,15. Og Stormur ríður í áttina að verðlaunaborðinu. Á eftir honum í 7. sæti Júlía Kristín Pálsdóttir á Val frá Ólafsvík með 8,23. Til hamingju, krakkar, hjartalega til hamingju, og nú takið við verðlaunum og njótið augnabliksins, myndatökur og svo framvegis. Lögum okkur lið hér við að fjármagna verðlaunin, Gunnar og Þórdís í Dal, Gunnar Dungal og Þórdís Alda Sigurðardóttir. Og fyrir röð sem að röðust í, hann eitthvað snúningur í þeim skjóta hjá honum Stormi. Spenna í honum. Svo það þessi hérna. Þetta félagsmót léttfita. Já. Sem ég hef núna unnið 2 ár. Ég tók á víst ekki þátt. Já. 2011. Já. En annars hef ég unnið í hérna bæði 2010 og 12. Já. Þennan bikar vann ég fyrst á Fram á Fröybisóli. Og núna á rosa efnilegri og góðri meribar undan Aris frá Akureyri sem heitir Birta frá Laugarholti. Það opaslega komherri og var með mikið skref. Já. En ég vann líka hérna, þennan hérna á henni, Birtu, þennan hérna byggar. Já. Þetta Melgerðismjölar, Já. hún í ár, Já. Já. Það lenti í öðru seti. Já. Þetta eru svona mínir svona stæðstu byggar, svo það vanti eitthvað inn í þetta. Já. Af þeim, og svo hérna, þessi nú bara svona lítill. Já. Þetta 3. sæti á hérna í skeiðkappræðum á ís. Já. Á fjölni. Já. Já, hérna ég að keppa fyrir mig í fullorðinsflokk. Já. Já, þetta hérna. Þetta hljóta ungir og efnilegir íþróttamenn ársins. Já. 2011 og 10. Já. Svo ég búin að fá post núna að ég verði fá þetta aftur núna 2012. Nú, já. En þetta bara svona viðurkenningarskjal fyrir að vera efnilegasti íþróttamaður Skagafjarðar í hestaíþróttamannafélaginu Léttfita. Já. Þarna út í Þýskalandi, ef að það verið að segja að sko eins og ég á bróður sem að lærði á harmoníku og það voru strákur sem sagði við hann, Magnús, þetta asnalegt hljóðfæri. Magnús lét það bara eins og vindum þjóta og held áfram að æfa sig sko. Já. Ef þetta áhugamálið, þá var bara að fylgja því eftir. Já. Og að segja eitthvað sé stelpulegt eða ekki stelpulegt sko, það bara eins og að segja að rauður sé stelpulitur eða eitthvað svona. Að tilenga eitthvað verkefni stelpum eða kallmönnum. Já. Sko, kallmenn geta gert hvað sem þeir vilja. Já. Fólk bara á að gera það sem það vill. Já. Og ef þetta eitthvað vandamál, þá þarf bara að taka á þessu. Þetta bara alveg fáránlegt að segja hestamennska, það stelpulegt. Þetta náttúrulega bara, þetta erfiðis vinna sko. Já, einmitt. Og ég mæli eindregið með því að strákar hann úti, ef þær hafa gaman að þessu þótti að við sko ekki einu sinni klappa hesti, en þeim dreymir bara að fara á hestbak
bara láta vita. Þetta er rosalega skemmtilegt sport og ég bara mæli eindregið með því að pröfa þetta. Hvað gefur gert í því? Passið? Nei, bara út á Jón hafa ekki gert. Það rífandi gangur, sko. Og þetta svo dásamlega að það hóla verið nóg. Þannig það afnók og þannig að ef það var. Þetta svona? Veiði mín á Jóhannu. Einn er rólegur og hinn er ekki rólegur. Jú. Ég er með 3. Þá verður fögur sjón að sjá, ólína tíð á varða. Þetta nú allt í lagi. Við vorum að tala hana svo mikið í gær. Já. Það er mjög gott. Nei, þetta er fólk í sömur. Sömur á hennan, undan óskjóðsvein. Þessi, já. Þetta er framtíðin. Já. Þetta er framtíðin Guðmar, hann er til vonanesti. Jáhá. Það er ekki að taka þetta. Hann á eftir að verða hérna. Þetta er aðeins svona, Þetta er veturgamalt. já þetta er betra. Já. Þetta er svona aðeins byrjað. Já. Ekki mikið samt. Nei. Getum út í afgang. Ég er með. Þetta er systur Óskarsteins, þessi rauða. Þetta er nú eitthvað umhverfi, eitthvað. Það er geðslagi líka. Já. Já, hérna, hvað eru komið múlar á mörg? 5.
5. Ég man ekki eftir neinu fleiru. Nú eru komin með þar. Ég held að. Það er heitlugum. Þessi rauða. Já. Ég veit ná. Og hvað helst því? Borgfirðingana. Það er ekki verið með það. Jú. Þetta er gaman fyrst. Þú voru fáið að sleppa því bara að hafa slotna. Já. Þetta er gott. Hann er í kemur. Já. Og maður náttúrulega hefur alltaf komið upp á eitthvað svona hrossrekkjar eða eitthvað svona. Já. En ég hef ekki farið mjög illa út úr þetta sko. Nei, nei. Ég hef aldrei neitt brotnað eða brákast eða Nei. það mesta sem kemur er bara marblettur og sár. Já. Og hvað heldur þú af hverju eða svona, af hverju meitir þú þig að því aldrei mikið og svo framvegis? Sko maður þarf náttúrulega að læra bara að vera, maður þarf að læra að detta af. Já. Það er náttúrulega kunst að detta af hestbaki. Já. Maður verður, þegar maður dettur af, þá má maður ekki vera stífur og fara að hugsa það sko. Því stífari sem þú ert í líkamannum þú dettur af, því verra er að detta af. Nei það, já. Maður verður að læra að vera slakur og detta bara rólega. Já. Eða þannig, já, detta rólega þannig. En sko að detta bara og vera slakur. Já.
bara ekki stífna upp og vera sko alveg, sko stífna bara upp og vera alveg svona spenntur sko. Já, já. Bara að vera rólegur og afslappaður í rauninni. Þótt það sé náttúrulega erfitt að hugsa sér að vera rólegur bara í þetta af sko, í hrossi að rekja. Já. En já, svo náttúrulega undirstaðan af því að þetta ekki af baki er bara balans. Já. Ég held ég hef aldrei verið hræddur við hestbaki. En jú, kannski einu sinni. Þá fór ég á rosalega svona flinkan, góðan hest. Og þá var maður að ríða með mér. Og hann er með keyrið hérna í hægri hendinni. Já. Og er að skipta því yfir. Og rekur það í hestinn hjá mér. Já. Og hesturinn á mér tekur bara straugið. Já, já. Það var svona eina, sko, hesturinn stökk með mig yfir netgirðingu, sko, bara eins og að vera í hindrunarstökki, sko. Já. Og það var svona eina, sko, skipti sem ég hef verið aðeins smeykur. Já. En ég þetta ekki á baki henni svoleiðis, sko. Nei. Sko, ég var smeykur þá aðeins, en ekki mjög ræddur. Ekkert ógeðslega hræddur eins. Nei, ég hef nú ekki heyrt það og mér finnst það nú alveg frálegt, en það sem ég er sko með, það er meðan öryggi barnsins er í fyrirrúmi og það er ekkert að koma fyrir og maður er með það gott hross að maður geti treyst hrossinu fyrir barninu, sem er það svo öruggt svo ég eins og Kristján sem hann byrjaði á að hún hreint og beint bara passa hann. Já. Hann bara réði hraðanum og svo bara breytti engu hvert var að vera að fara. Hún bara fór á tölti út allt og bara passa hann. En það var líka hann í mjög hentugum hnakk. Hann var í svona litlum hnakk með handfangi sem hann gæti alltaf haldið í ef hann var að missa balans. Já. Og hún bara fór með þessu mér og það er lykillinn í því, það er ekkert aldurinn, það er bara að hesturinn henti verkefninu hverju sinni og það sé hægt að treysta hestinu fyrir barninu. Það er ekki það sé þannig að maður getur treyst barni fyrir hesti. Nei. Heldur þegar byrjandi er að þá er það bara þannig að maður þarf að vera með það góð hross og það eru til. Já, það góð hross að maður nánast getur bara að tala við þau og þau gerir sem maður segir. Já. Og eins og með Guðmar, hann byrjar mjög snemma, hann var náttúrulega svo svakalega gráður í það að fara á hestbak. Og hann var bara alveg, hann sat alveg það að fara á bak og það var alveg sama hvað maður var lengi á hestbaki. Hann var alltaf svektur þegar hann þurfti að fara á bak. Jaha. Hann vildi alltaf vera lengur. Já, já. Og hvað varstu að segja þá þegar hann vildi lengur og það gekk ekki og... Það er náttúrulega ekkert allt hægt. Nei, nei. Það verður að læra það að tempra alla hluti, það er aldrei hægt að fá allt. Nei, nei. Það verður líka að hugsa það að gangi ekki og nærri hrossunum svo að hrossin verður þannig að þau skilja mann áfram. Já. Ef maður misnotar þau að þá finna þau út að þetta sé ekki gott fyrir þau og þá hætta það að vera svona hlýðin og góð. Já, já. Og sko, mér minnir að Guðmar hafi verið 4 ára þegar hann fór með mér í fyrstu hestaferðina. Og það var bara ekkert mál, hann var bara með. Hann byrjaði að vera á eftir, svo langaði hann stundum að vera á undan, þá leyfði hann að vera á undan og stundum treysti mérinn sér ekki til þess að fara nógu hratt með til að vera á undan. Og þá bara dróst hann aftur úr og stundum var hann bara inn í hópnum og svo kom hann bara aftur fyrir í róleitunum og þetta var aldrei neitt mál. Það var sko þetta sumar sem hann er 4 ára sko, þá er hann með mér í hestaferðum einhverjar svona 3 vikur í heildina tekið yfir sumar. 3 vikur? Já. Jaha.
við riðum út á Skaga og við riðum hérna vestur í Húnavatnssýslu Já. og svo ýmislegt hérna líka Já. innan hér. Við lentum einu sinni í mjög vondu veðri Jaha. og þá var bara ofboðslega hvasst og þannig að hesturinn hjá mér alveg fyktist til og þá hafði ég nú áhyggjur af honum sko. Jaha. Þá var hann alveg teinréttur og hrossið bara rótaðist ekki og bara eins og var ég bara ekkert að veðrinu. Nú. Og þá einmitt sko var mér svo minnistætt þegar við vorum kominir heim og hann við tókum hnakkin af og svo vorum við að ganga frá hnakknum. Þá labbaði hann til mín og sagði pabbi, hvert förum við svo á morgun? Nú. Jaha. Og honum fannst þetta bara ekkert mál. Já, ótrúlegt. Svo þetta líka sko til dæmis uppeldislega tengt, maður vill náttúrulega börnin fari svolítið eftir því sem að foreldrarnir segja og það náttúrulega allur gangur á því, það freistandi að gera eitthvað annað en pabbi segir stundum, verður ekki alveg, en það bara með eins og með hross sko, að ef það ekki gert eins og maður segir við þau þá fá þau ekki rétt viðbrögð. Og sérstaklega þegar komið út í keppni þá verður þetta að vera mjög nákvæmt og þá betur að taka eftir því. Það sem að maður að segja við börnin, því að ef þau vilja fá góðan árangur þá þurfum við að gera nákvæmt. Þá þarf þetta að vera svo nákvæmt og gera þetta eins. Og þannig lærði hann mjög mikið að hlusta því að hann árangurstengdi það. Umbunin var svo mikil að gera bara eins og maður segir og það bara eins og í öllu lífinu. Það bara að fara eftir ráðleggingum og hvað einfaldast og best að þá fer vel. Og það nú, þar liggur þessi, náttúrulega hjá honum þessi mikli og góði árangur, það fyrst það ofboðslega mikill áhugi og svo þetta að fá tækifæri og gera eins og maður að kenna og gera eins og maður að segja til og hlusta og framkvæma. Þetta nú ekkert flóknara. Allt það nú bara að vera leikur. Það var gaman að því og gera eitthvað saman með börnunum sínum. Það verður náttúrulega að verða sér ef að þetta á að fara vel, þá voru bara að verða sér út, kaupa bara rétta hrossið. En þau hross sem að hafa sko gengið best með börnin mín, það hross sem svolítið viljug. Já, það. Og engin kergæði, þau séu alltaf fús að fara það sem að við erum. Ekki að þau séu kannski róleg og svo stoppa þau og svo viljið þau fara eitthvað annað. Það að þetta sé svolítið viljúhross og náttúrulega lykilatriði að þau séu taumlaus og taugasterk. Séu þjál og börnin þurfa ekkert að vera að toga eitthvað fast í taum. En þetta nú sko, Katla hefði líka alveg geta farið í mörg önnur hlutverk en að vera uppeldismóðir barna minna. Og ég náttúrulega passaði upp á það allt sem til að byrja með. Fyrstur var og hér kemur það sjálfur. Við skulum klappa við þessum hóp. Ég veit að það þóra að klappa þessi skapinningar. Magnús Jóhannsson sem lengi var námsmaður á Hólum, hestamaður Ráðbær og þetta virðist erfast vel að þessi hestamannskén
Og oft breytist það erfðasmeytin í ákveðanum. Og ég veit ekki nema við ætlum að taka þetta til fyrirmyndar fyrir aðrir. Þetta er Magnús mættur með lagnarnir sínum sem Sigurður Guðmanni og Ólíu. Henni var bara riðið frjálst, svona mjög töltgeng í Já. upplæginu. Já, Hálfbróðurinn og heimsmeistari í tölti. já, Þannig að ganglægið er mjög gott. Og svo er frami náttúrulega hálfbróðurinn líka. er það? Já, Og Ósk já, og Farsæll. já, Láttu þessu svo með mér. já, já, Þetta eru allt saman snillingar bara eftir hvað verkefni er. já. Og hver er þessi Meri sem allir eru undir? Hún hét Gnótt frá Ytri-Skorragili. Já, Ég keypti hana þegar ég var bara ungur. Ég man ekki hvort ég hef verið 16, 17, 18 ára. Nei, 16 ára sennilega. já, Þegar ég keypti hana, það var bara eitthvað sem mér líkaði leist vel á með hana. já, já, Það var bara heppni já, já, að ég gat keypt hana. Það var bara eitthvað sem sagði mér það að ætti þannig að vera. Það var nú ekki það að ég ætti efna því, sko. nei, Nei. En sko það sem er verst, það er taumstífni og kergja og frekja. já, Það er eitthvað sem gengur ekki upp. nei, Ég stefni á það að klára grunnskóla já, og vera stúdent. já, Fara sko svo að á Hvanneyri já, að læra og bara svona, já, læra, ég myndi ímynda mér að læra bara fara í háskóluna, hestafræði. já, Og mér langar, það er eitthvað sem ég skil ekki, en það er að meta hvort það er þessi fallegt eða ljótt. Og já, þetta er eitthvað sem ég langar að læra, að geta orðið bara svona kynbótadómari og já, já, að læra, svo langar mér að fara að dæma. já, En svo á ég örugglega eftir að það sem er þið stærsti draumurinn minn er að taka við Uppisóli já, það, eftir að pabbi er hættur. já, 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 Og já, fara að búa og Já. ríða út og keppa og já, vera með góð hross, stefna því. einmitt.
rosalega að rækta út af Óskar Steinvík-Leikskóli. Já, Mér langar að halda áfram að rækta út af honum. já. Kannski getur þú sýnt þetta, sem þetta er svona einfalt. Þetta er bara svona hringamynd Já, sem að ég ríð Óskar Steinvík á. já. Maggi minn, spurðu Guðmar hvað kveiktir þau? Guðmar, hvað er splitt?
og mér langar náttúrulega, ég stefni bara að því að vera með góð hross og hafa bara, og mín framtíð fari bara í það að ríða út. Já. Já, það hljóma eins og svona glæsilegt líf. Já. Einmitt, mjög gott.